Arnar, stórsigur 4-0 hérna á Samsung-vellinum, hlýtur að vera sáttur beint eftir leik bara. Ég það, virkilega sko, virkilega öflug frammistaða, fyrri hálfleikur virkilega sterkur. Maður var aðeins gráður, kannski biðum aðeins fyrir mörk, en stöðunni 2-0, ég meina þeir að örugglega rætti þetta vel í hálfleikstjórnum að reyna að setja 2-1 og gera leik úr þessu. En leið og þriðja markið kom, það var þetta svona nokkurn veginn tryggt. Þannig að við sigldum þessu örugglega heim, bara fyrst og fremst virkilega öflug liðsframmistaða. Segir allt sem segja þarf að þið vinni 4-0 en svekkti kannski að hafa ekki skorað fleiri? Já, var einhvern veginn, við fannst bara einhvern veginn við vorum on it, við vorum einhvern veginn, varnarleikurinn var sterkur, við vorum að veiða það í gildrur og við vorum að breyka hratt og við leiðum alveg þeim að hafa boltan á ákveðnum svæðum. Svo unnum við boltan, voru fljótið fram á við og Klaufa kannski að skora ekki fleiri mörk, en það er erfitt að kvarta þegar við vinnum Stjörnuna 4-0 á útivelli. Það leikjaprogrammið gaman fyrir að byrja, það eru 3 leikir núna á 6 dögum hjá okkur. Já. Svona, hvernig peppaður fyrir þessu? Já, þetta er náttúrulega, við erum búin að gera ógeðslega vel, við erum náttúrulega búin að spila mikið að leikjum og erum á toppnum undanúrslitum og við erum líka búin að rótera mikið, við erum búin að fá marga mínútur í skrokkinn á mörgum leikmönnum, þannig að við erum svona, við finnst við vera klárir í þetta, klárir í slaginn þegar núna bæði fram og undanúrslitaleikur og svo náttúrulega verður svaka leikur í Evrópukeppninni. Þannig að mér finnst þess að sumarið sé að byrja og við erum akkurat búin að gera það sem við lögðum upp með. Þið mætið Stjörnunni í undanúrslitum, býstu við svipuðum leik þar eða? Nei, allt öðruvísi. Það er 2000 manns í Víkinni maður og þetta er bikar sem er okkur mjög kær, okkur langar ekkert að láta hann af hendi, en þetta verður bara virkilega erfiðleikur, allt annað, sá leikur er allt annað líf en þessi leikur og en á okkar heimavelli, það er töfrandi stund að vera í Víkinni í undanúrslitum á heimavelli, við þekkjum það vel, þannig að vonandi bara fólk fer að fjölmenna í Víkinni og það verður þvílíkur stuðningur og þvílík stemning og þannig að við ætlum okkur bara sigur í þeim leik, en bikar er bikar og Stjörnum er náttúrulega að sleikja sárin eftir þennan leik og greina hvað fór úrskeiðis og mæta dýrivitlausir í undanúrslitin. Davíð Örn og Aron Elís utan hóps báðir í dag, veistu svona hvað er langt í þá? Davíð ætti að vera stutt sko, mögulega næra framleiknum. Aron kannski í það tæpasta, hann tæki Stjörnuleikin í það tæpasta en hann ætti að vera klár í Evrópuleikin, 9. Loka spurningu, mætir hérna í leðurjakkanum, voru vangaveltir á netinu hvort þú var á svona hóta Gunnar Birgis samstarfsfélaginum á RÚV, er það? Nei. Ég er ekki vanlega hjátrúllur maður, ég hef verið í þessum helvítis jakka í 2 leiki og unni hvora leikin, þannig að mér langaði bara að stoppa þetta jinx, og það var eiginlega aðal ástæðan og svo bara lítur þetta heldur vel út líka. Takk hérlega Arnar. Takk.